Já, góðan daginn og velkomin í Borgó í beinni. Við erum hérna saman, ég og Hilmi Snær, vinur minn. Hilmi Snær og Unnur Ösp. Og við erum bæði leikarar og leikstjórar. Já. Og miklir samstarfsaðilar. Heldur betur. Mikið búin að hanga saman, er það ekki? Já, mjög, jú. Búin að leika svolítið saman og svo hef ég einu svona leikstýrt þér, er það ekki? Þú átt eftir að leikstýra mér. Manstu ég gerði einu sinni bíómynd þegar ég var mjög ung og doblaði þig í það. Bíddu nú við. Reykjavík Guesthouse. Reykjavík Guesthouse, það er alveg rétt. Já, þá var ég svo ung og þú svo mikil stjarna að þú varst bara á okkur stalli og við vorum bara rosa stressuð að hringja þig, sko. Hvað segir? Kom okkur þvílíkt og óvart að þú varst bara til í slaginn. Það var nú skemmtileg mynd, já. Margan hátt. Hún var skemmtileg og það hlutverki sem ég lék var mjög skemmtileg. Já, svona týndur maður. Týndur maður, svona svolítið inn í sig, svona ekki eins og fólk er flest. Einmitt. Ég hafði mjög gaman að því. En gott að heyra, ég hef ekki þorað að horfa á þá mynd. Hefur ekki þorað aldrei? Nei, kannski á frumsýningunni, ekki síðan. En maður þarf nú kannski að fara að tekka á því, það er komið 20 ár síðan. Reykjavík Guesthouse, alveg rétt. En það var gaman, það var svona, já, pródusum. Þú hefur nú verið svolítið dugleg í því að svona gera sjálf, framleiða sjálf. Já, það var eitthvað svona þörf alltaf. Já, einmitt. En sko, fyrsta sem við gerðum saman, þá vorum við börn. Manstu hvað það var? Það hefur annarkvort þá verið Kardemómubærinn eða Dýrin í Hálsaskógi. Kardemómubærinn. Var það Kardemómubærinn? Ég hef aldrei gert svo fræðileik í dýrunum. Hefur þú leikið í dýrunum? Nei, reyndar ekki. Nei. Á hverju sagði ég það? Ég það sem er svo skrítið. Nei, já, það var Kardemómubærinn, já. Já, þá hefur þú, ég leik hérna afturhluta á Asna. Þú varst í alvörunni, afturandi á Asna. Þar byrjaði Hilmi Snær, gott fólk. Hugsið ykkur. Já, maður byrjar ekki í hæstu hæðum í leikhúsinu. Greinilega ekki. Það sást ekki einu sinni framan í. Hvernig var að vera einhvern veginn með höfuðið í bara... Þetta er bara svona, ef þú lendir í einhverju tráma í æsku, þá manst ekki eftir því, þú gleymir því bara smátt. Já, þú manst ekki eftir þessu. Og þetta er bara svona í einhverju móðu. Jesús minn. En þarna vorum við mörg sem enduðum í bransanum, manni, í þessari sýningu í Þjóðleikhúsinu. Ég var held ég að bara vera 8 ára og þú verið þá nokkrum árum eldri. Já, akkurat. Einmitt. Jú, við byrjaðum þarna. Þarna byrjaði maður. Þarna byrjaði maður. Ég var Kisa og þú varst Asni. Þú varst Kisa litla, já. Já. Það var þannig. Allra fyrsta sem ég gerði. Þetta er svona í móðu aðeins fyrir mig. Skrítið. Þetta tímabil. Já, einmitt. Ég held samt, annarkvort sko var ég stödd í húsinu þegar það gerðist eða það var í Kardemómubænum. Ég veit maður rætti þetta við, þú einmitt mundir þetta ekki alveg. Já. Þá lentur ég í slysi, manstu, með höndina þér. Ég ætla að manna þetta svo vel, þetta hlýtur á að gerst í Kardemómubænum. Nei, það gerðist held ég í... Jú, það gerðist í Kardemómubænum. Er það ekki? Þá hljófst á okkur að hurð. Þá var ég reyndar líka að leika sko sem ungur drengur í Ríkharði III. Einmitt. Þannig ég ruglaði þessu stundu saman, en þetta var í Kardemómubænum. Og hérna, þá opnaðist dyrnar á ganginum í Þjóðleikhúsinu, þar opnaðist allar út inn á gangin, sem var stórhættulegt og ég var svo hérna einbeittur á það að gera allt rétt sem þetta ungu maður, ég held ég hafi verið svona 17 ára. Var ég meint að, ég var 17 ára, ég átti að taka bílprófið. Og og dyrnar opnaðist út og ég fattaði allt í hérna að ég var vitlausum megin, ég átti að koma inn hinum megin við sviðið, þannig ég fer út á bakvið, hleyp allan ganginn og þá kemur Clemens Jónsson heitinn. Já, er það? Og var að koma á klósettinu og þá húkkaðist hérna snerillinn sko. Þetta er rosalegt ennþá. Já, þannig að ég var merktur bara leikhúsinu alla tíð. Hugsaðu þér. Og ég gleymi ekki að Clemens sagði hvað var að gerast. Og þetta var bara, þetta var svona eiginlega stórslys. Þetta var alveg stórslys, þetta var alveg svona tráma fyrir marga sem að voru þarna og verðu einhvern veginn. Vitnaðis, manni. Er þetta alvarlegasta slys sem þú lenti á ferlinum? Ætli það ekki, ég ætla að innan veggja leikhúsins. Já, þú eitthvað dottið á baki og svona? Jú, eitthvað dottið á baki og fengið nokkuð flogakost og svona, en... Jesús, en við skulum nú ekki fara út í slysasögur. Nei, við byrjum á því. Já. Nei. Hvað ertu búin að gera í COVID? Heyrðu,
Það svo merkilegt að líf mitt breyttist rosalega lítið við þetta. Af því að ég mjög einangruð með mjög mörg ung börn og geri eiginlega aldrei neitt nema svona rétt að fara út til að vinna og koma aftur heim til barnanna. Þannig þú ert náttúrulega með tvíbura. Já, ég með unga tvíbura og 1 7 ára og svo 1 12 ára og í útferfi. Og einn fullorðinn leikara sem þarf að sinna. Já. Og nei, þannig að við gerum svolítið gríni að okkar líf hefur verið svolítið sóttkví í 3 ár. Þannig að þetta eiginlega einfaldaði bara líf okkar. Ég fór ekkert alveg inn í eitthvað svona mikinn kvíða. Ég hef bara svolítið gaman að þessu og mér fannst þetta pingu spennandi. Maður skammast sín nú eiginlega fyrir að segja það af því að þetta náttúrulega bara stórbrotnir tímar sem við erum að upplifa. Þeir eru, já, stórbrotnir en ekki stórkostlegir en hérna þetta náttúrulega ótrúlegt, maður hefði ekki getað ímyndað sér að maður myndi upplifa svona. Þetta bara eins og einhver svona heimsfaraldurs bíómynd, Hollywoodmynd. Þetta alveg og alveg bara þetta náttúrulega hræðilegt. Já, þetta það. Ég held að maður sé eitthvað konar afneitun, þú veist, maður svona fylgist með heimsfréttunum og að horfa á allar þessar stórkostlegu borgir Róm og það allar götur tómar og þetta svona á einhvern undarlegan hátt innblásandi en samt óhugnanlegt en algjörlega aðalega óraunverulegt. Þannig að ég hugsa maður eftir að fá kannski eitthvað svona sjokk almennilega aðeins seinna. En svo það auðvitað líka bara að þetta snerti mann ekki alveg persónulega, það veiktist engin alvarlega í kringum mig og svona, að þá einhvern veginn hleypti maður sér sem betur fyrir ekki inn í eitthvað svona kvíðakast yfir þessu, en þetta náttúrulega bara búið að vera alveg Nú ég var að lesa í fréttunum í morgun að þetta væri að blossa upp aftur sko, hér og hvar, eins og í Wuhan og svona, þannig að maður að vona að þetta verði ekki 2 ár í helvíti sko. Einmitt. Ég man einmitt, þegar þetta var að byrja, vorum við að leika Vanja frænda og við erum nú mjög svona mikil nánd í leikhúsinu og það alveg svona, ekki bara eitthvað, þetta verið ykkur á 2 metra reglu, heldur fólk hreinlega bara í sleik og annað flókið og þá man ég að sýningarstjórinn sagði við okkur fyrir einmitt síðustu sýninguna. Já, við okkur? Já, við okkur 2. Þið megið breyta senunni ef þið viljið, við vorum í ykkur ástasenu og maður hugsaði bara glætan. Já, við áttum að kyssast þarna upp á borði og eitthvað og líka í lokin. Já, þægileginu minna. Og það hefði verið mjög einhvern veginn skrítið að breyta því. Já, það eiginlega ekki verið, hvernig hefðu við leikið þessar ástasinnur? Bara kysst hvort annað á kinnina og það. Eða tekið 2 metra regluna og haldið bara gríðarlegri spennu. Gríðarlegri spennu, nei, það hefði verið mjög erfitt. Skrítið að vera leikari og eiga að hugsa þessa hluti, fannst þið það ekki? Mjög. Það mjög bara erfitt. Og hvernig verður þetta í haust þegar allt fer að byrja aftur? Þá verður bara að mæla okkur fyrir hverja sýningu. Skima okkur einu svona dag og eitthvað svona, það hlýtur að vera. Eins og bara núna erum við í tökum, við erum að leika hérna í Verbúðinni hjá Vesturporti og maður alltaf mældur á hverju mótni og við reynum að virða þessa reglu svona einsland og þannig en það mjög flókið fyrir framan kameruna af því að þá erum við að reyna einhvern veginn að búa til eðlilegar senur og þá ekki þetta að standa einhvern veginn. Ekki í öllum tilvikum allavega. Nei. En já, mér bráði mitt af því að ég var að byrja á minn fyrsta dag í þessari seríu daginn í Verbúðinni og þá bara, maður stoppaði bara áður maður kemur inn, mældur og allir mældir á að fara inn. Þannig að það allavega eitthvað. Já, það verður að reyna að passa upp á þetta, algjörlega. Sem nauðsynlegt. Já. Mér fannst við gleymast svolítið listamenn í umræðinni. Það var mikið talað íþróttir og íþróttamenninguna alla. Og svona ítt eftir sörum með það en að því að þetta svolítið sérstakt þetta starf upp á akkurat þetta sem að maður allt í einu núna rosa meðvitaður að snertast og mikil nánd og bara sýkla hætta. Það mjög flókið í leikhúsi og bíó. Það varla hægt í leikhúsi. Nei. Kannski á einhvern hátt í bíó. Já, maður upplifið sér náttúrulega pínlítið svona óþarfan. Í svona aðstæðum þá náttúrulega leikhúsfólk. Við erum bara algjör óþarfi, fólk bara heima hjá sér. Nema náttúrulega, fólk að vera búið að horfa á allt á Netflix og svona. Þannig að það verður eiginlega að framleiða eitthvað meira. Og í COVID-ina, í stofunni. Ég upplifði eiginlega bæði að því að ég fekk svona lista frá leikskólanum bara mikilvægustu stéttir samfélagsins og það var mjög áþreifanlegt hvað maður var ekki mikilvægur af því maður var ekki á listanum. Af því að börnir, þú veist, sem að eiga foreldra í heilbrigðiskerfinu og allir höfðu forgang og þeir sem að þrífa spítalan og alveg bara fullt af alls konar stéttum en listamennirnir voru hvergi nærri. En svo upplifði maður líka hvað fólk hafði mikla þörf fyrir bæði að vera kreatíft í innilokuninni
og að upplifa einhvers konar list. Já. Fannst þið það ekki? Jú, og mér fannst magnað þegar fólk fóru út að syngja fyrir nágranna sinni. Það er einhver svona blokk, hver var það aftur sem söngvari sem að læra söng og hann labbaði út í hverfi hérna í Reykjavík og söng bara fyrir fólkið í blokkar hérna, klassanum sko. Einmitt. Og allir komu út á svalir og komu niður og út að horfa á þeim. Mér finnst þetta svo fallegt. Já, og þetta fólk fór að lesa ljóð á netinu og stórstjörnur, stærstu tónlistamenn heimsins fór að spila heima fyrir vídeo. Ég held að þetta hafi huggað marga sko, í svona óttanum og kvíðanum. Örugglega. Heldur það ekki? Ég held það. Varst þú stressaður með COVID eða þú veist leiðir illa eða hvernig upplifir þetta? Nei, ég er nú ekkert svona sjúkdóma hræddur en auðvitað er maður ofsalega fegin að þetta bara 7, 9, 13 enn sem komið er ekki búið að snerta neitt í fjölskyldun og það er náttúrulega fólk í öllum fjölskyldum sem er kannski með eitthvað undirliggjandi sjúkdóma og sem er í kannski bráða hættu eða smitast af þessu. Auðvitað er maður guðslefandi fegin að ekkert slíkt hefur komið upp á í manns nágræni allavega, enn sem komið er, en þetta er náttúrulega held ég hættulegra og meira heldur en að við gerum okkur grein fyrir. En en ég hef svo sem ekkert verið stressaður svona persónulega. En ertu fann að hlakka til að komast aftur í gang og bara leika og leikstýra og... Já, algjörlega. Ég var náttúrulega, það voru 2 vikur í frumsýningu, við vorum að æfa hérna Óli Anna með honum Ólafi Darra og henni Völu og við áttum eiginlega bara eftir 2 vikur í frumsýningu. Þannig að það var ofsalega skrítið að bara labba frá því og klára ekki verkefnið einu sinni. En það var svona, og svo var önnur mynd, það var bíómynd í gangi, hérna síðasta veiðiferðin. Sem að hérna, við vorum búin að taka sumarið og var búin að, nokkuð veginn bara slá í gegn á fyrstu helginni, koni 12.000 manns og hún var náttúrulega, það stoppaði bara allt. Þetta var svolítið skrítið. Rosalega skrítið. En hérna, reynda var ég búin að vinna svolítið mikið sko síðasta árið, ekkert sumarfrí og svona, þannig að ég var nú, fyrst var þetta ágætt að komast í smá frí. Og tók því svolítið svona prakkarlega fegins hendi. En svo verður maður ofsalega fljótt leiður á því að hanga inni, hanga heima og gera ekki neitt. En ég bara tók inn 3 hesta. Já, mjög gott. Þannig að ég er búin að vera svolítið bara að ríða út og svona. Já. Ég upplifði oft sko að þetta er svona rosalega svona tarnatengt starf. Að maður er ofta einhvern veginn bara í megastreitu og alveg að bugast, svo þarf maður einhvern veginn bara alltaf 2-3 daga til að vinda ofan á sig. Svo maður aftur komin í gírinn bara. Þannig að þetta var svona svolítið svona langt spennufall, sko. Já, algjörlega. Þannig að maður er rosa spenntur bara held ég að byrja aftur. Jú, auðvitað maður er spenntur að byrja aftur. Það er ofsalega gaman til dæmis núna út af því að við erum nú bæði að byrja hérna í verbúðinni og það fekk svona að fara af stað og það eru bara tilbreyting að hitta fólk. Eins og bara hitta þig í dag. Maður er ekkert mikið að hitta fólk. Nei, svo má maður samt ekki knúsast. Nei. Það er mjög skrítið. Það er mjög skrítið og maður fattar hvað þetta er stór hluti af samskiptum. Já. Og kannski sérstaklega líka hjá leikurum að... Jú, þetta... Svona... Þessi knúsugangur leikara. Já, hann er það er einhvern veginn hérna í húsinu, það er bara faðmast og kysst á kinn og þetta er svona hluti af því. Ótrúlega skrítið. Mikil nánd náttúrulega í þessari vinnu. Akkurat. En hérna... Og það er spurning hvernig þetta verður, sko, hvort að, þetta verður allt saman áhugavert, af því að ég veit að þú ert þannig, af því ég hef leikið svo mikið á móti þér, ég hef verið heppin með það að það er svo mikið markaleysi í raun og veru í listinni og maður, og til að geta kafað mjög djúpt, sko, sem persóna, þá verður maður að vera í svo miklu trausti við mótleikarann og auðvitað leikstjórann, þannig að eitthvað svona meðvitund bara má ekki vera til staðar þannig að það er svolítið skrítið að núna eru bara eitthvað fólk og bara eitthvað menntað fólk í veirufræðum og læknar og búin að vera svona innprenta endalausa meðvitund í mann. En maður er orðin svo meðvitaður þetta, það er alveg magnað hvað þetta gerist samt fljótt af því að maður fer í kjörbúðina
Og þar allir eins og ég sé í dansatrið hjá Íslenska dansflokknum. Þú nálgast einn, hann færist til og þetta verður svona einhver amaba inn í búðinni. Einmitt. Og svo verður maður alveg, svona eins og spuni. Svo verður maður alveg sjokkeraður og sláandi hissa og bara hneykslaður ef einhver kemur og stendur við hliðina og að fyrir að skoða í sömu hillum. Maður bara, hvað í gangi? Hvað í gangi? Einmitt. Þannig að þetta er orðið inngróið. Ég veit ekki hvort þetta fer nokkuð. Ég vona við getum kastað þessu frá okkur þegar við mætumst aftur á sviðinu, sko, því að það verður að vera. En já, einmitt. Já, svo vorum við nú saman hérna í dúkkuheimilinu á Hörpu, Arnardóttur. Það var nú aldrei skaman maður. Það var mjög skemmtileg reynsla, dúkkuheimilið, þetta var svona, var ekki gaman að leika þetta hlutverk? Jú, Nóra. Það var algjört og Helmer, þetta var alveg frábært. Já, það var svo gaman að því að þetta var svona algjör nútíma uppfærsla en það varði einhvern veginn svolítið áreynslulaust. Það einhvern veginn verkið var svo gott og vel skrifað að það læddist bara í gegn. Já, Arnardóttir náttúrulega frábær leikstjóri. Alveg meiri Hún svona, ekki eins og allir aðrir, hún mikið svona í skýjunum og velta fyrir sér hluti sem að síast svona inn í mann rólega. Gefur mikið frelsi. Já. Án þess þó að, sko, veit samt allan tíman hvert hún að stefna með hann, sko. Já. En taumurinn svolítið langur. Mér fannst hún bæði, sko, já, það kannski svona stór hluti af starfi leikstjórans að svona veita manni innblástur. Þú veist, hún gerði það á svo mörgum levelum. Já. Að bæði náttúrulega erum við með verk sem brjálæðislega spennandi og inspirerandi. Það nú kannski alltaf grunnurinn, eða þú veist, það alltaf gott start, sko. En svo var hún ofta að tala mannstu hluti sem voru ekki beint tengdir verkinu, heldur bara svona tengdir náttúrunni og dauðanum og alls konar svona miklu stærra samhengi og þetta einhvern veginn fer allt inn í mann þegar maður svo mætir textanum og persónunum. Þannig að það var eitthvað svona leigir held ég í sýningunni sem var helviti flottur, sko. Og mann leikmyndin, það var þessi rauða sandkeila eftir öllu sviðinu, maður var að labba í þessu og svolítið, það var einhver, mýkt í því, en líka svona, svo húsgögnin og víðadreifin í þessu. Mér fannst það mjög skemmtilegt konsept, þetta var svo mikil lýsingaratrið leikmynd. Og að vera einhvern veginn, ég var á hælum í sandi, þannig að fyrir leikara það geggjað, sko, það er svo mikil hindrun, þannig að maður einhvern veginn stendur alltaf höllum fæti, sem var mjög tákgrænt. Þetta er eitt af stærri hlutverkum, kvenhlutverkum leikbókmenntanna. Já. Við vorum einmitt að velta því fyrir okkur þá. Já. Hvað af því að þetta er svona gamalt leikrit, að Nóra á þessum tíma, þá þótti það svo mikið mál að fara burt frá manni sínum og börnum. En svo þegar við fórum að velta því fyrir okkur, það væri ennþá mál í dag. Já, alveg mikið tabú. Það er alveg jafn mikið tabú að labba út frá manninu sínum og börnum í dag. Og við erum pínlítið, ég veit það, svolítið ennþá svolítið nálægt þessu, sko. Já, og við dæmum það alveg jafn mikið og við vorum líka bara eins og maður gerir alltaf í leikhúsinu, þú veist, að spjalla almennt um efnið og persónunar og reyna að finna hliðstæður sem að við þekktum, við fundum bara valla, eða þú veist, það var bara þessi fór nú út í 1 ár í nám frá börnunum, eða þú veist, maður þekki valla þessi tilfelli. En þú þekkir þetta náttúrulega, að leika svona hlutverk sem að maður upplifir það í ferlinu, þú veist, það er svo gefandi að manni finnst það, eins og það er erfitt, manni finnst það eiginlega ekki erfitt af því að hlutverki er svo vel skrifa. Að manni finnst maður næstu því þurfa bara að taka úr handbremsu og hleypa sér inn í það. Já, nákvæmlega. Þú þekkir þetta vel, þú veist, maður finnur það eiginlega mest þegar maður er í kannski litlum hlutverkum eða bara ekki alveg nógu vel skrifuðu hlutverkum. Já. Það er svo erfitt að leika það. Já. Það er svo miklu auðveldar að leika þessi vel skrifuðu. Vel skrifuð hlutverk eru bara, þau eru gulls í gildi. Ég meina, fyrir leikara er það náttúrulega að hafa eitthvað svona sem er svona vel uppbyggt og þú bara eitthvað eins og segir, takk úr handbremsu og leyfa þær að falla svona inn í það. Já, það er geggjað. En það er náttúrulega hluti, einmitt af þessu að vera leikari að reyna einhvern veginn að greina þetta fyrst og svo einhvern veginn að sleppa sér inn í það þannig að maður gleymi eiginlega stáð stund. Já, ég er svolítið viðkvæm fyrir svona of mikillega analýsu. Já, ég er líka pínlítið. Já, ég er líka pínlítið. Já, ég er alveg með þar. Þegar það á að sitja við borðið og analysera í helmingin af tíman þá verður ég svona svolítið pirraður. Ég er svona,
er eins og hross á bás, sko, ég fæ ekki að fara út. Já, ég alveg sammálaður. Þegar það er farið að vera heftandi á gólfinu, maður er að hugsa svo mikið ásetningin og sitja svona og hvað kaflinn hét og allt þetta, af því að ég held þetta byggja alveg ótrúlega mikið á innsæi, þetta starf og hlustun. Það finnst mér líka, og líka þegar ég er að leikstýra, þá finnst mér svona, og kannski tekur maður það með sér úr leikarstarfinu, að mér finnst svo nauðsynlegt að sko, fyrst vildi ég hafa allt á hreinu þegar ég byrjaði að leikstýra. Þá vildi ég hafa þetta bara allt og gera bara svona eins og ég segi og svona. Svo áttaði ég mig bara á því seinna að maður fær svo mikla inspirasjón frá leikaranum sjálfum. Af því að hann oft gerir, hann er svona hintarstund með ykkur á sviðinu og gerir eitthvað hálft eða kannski 1/3 af einhverju, en þú sérð hvað hann var að meina, en hann fer ekki alla leið kannski. En þú getur tekið svo margt frá leikaranum og nýttir inn í þetta. Heyrðu, áfram með þetta, förum í þessar átt. Bræðast við mótleikum. Af því að það er nauðsynlegt fyrir leikara að vera á sviðinu og geta svolítið fengið að gera mistök og fengið að gleyma sér, fengið að gera eitthvað hálfa hluti af einhverju sem þú veist ekki alveg hvað er, af því oft er þetta að þú ert að fara héðan en ekki alveg héðan. Og leiður maður er alveg bundinn bara við höfuðið á sér og bara við einhverja intelligensíu, þá sleppir maður stundum ekki af sér beislinu. Algjörlega. Og þetta er ótrúlega vulnerable, þetta samband finnst mér, sko, leikstjórans og leikarans varðandi þetta. Og ég reyni líka því að það er ómetanleg reynsla þegar maður fyrir leikstýra að hafa leikið, að því að maður þekkir þetta. Maður þekkir ólíka leikstjóra aðferðir og það er þetta að treysta og einhvern veginn ná leikarunum til að treysta á sjálfan sig og sína impúlsa. Auðvitað vera búin að leiðbeina honum í gegnum einhverja hugmyndafræði og eitthvað konsept og eitthvað samtal hvert við erum að fara, en aðalega er þetta í mómentinu og milli leikarana á sviðinu og hlustuninni og reaksjóninni, eins og þú segir. Akkurat. Ekki eitthvað sem þú er búin að ákveða að gera. Maður finnur það þegar maður er að leika munin bara á góðum og vondum mótleikara. Það er bara sá sem er að hlusta og sá sem er búin að ákveða hvernig hann ætlar að svara. Akkurat. Það er eitt, sko, ég var eins og spurður í einhverju viðtali það hvort það væri plús fyrir leikstjóra að hafa verið leikarar. Ég vissi ekki alveg hvernig ég átt að svara þessu. Ég held að það sé nú plús, en það er alls ekki nauðsynlegt. Nei. Vegna sem við þekkjum nú bæði fullt af bara leikstjórum sem eru lærðir bara í leikstjórn en hafa kannski aldrei stigið á svið sjálfur og bara frábæri leikstjórar. En svo, það er eitthvað samt finnst mér, svona einn auka plús kannski, þegar maður hefur setið beggja vegna borðsins, að maður áttar sér stundum á því hvenær á að stoppa. Skilurðu? Að maður hefur verið leikari á sviði, þá stundum erfitt að punda úr sér, sko, endalausum tilfinningum. En þegar þú hefur kannski aldrei staðið þarna, þá veistu ekki alveg, sko, hvenær þú ætti að stoppa stundum. Gerir bara aftur og aftur og aftur. Og ég sjá það svo oft sem leikstjóri á leikurum, sko, þegar þetta er komið nóg í bili. Kajsa Kóránen líka svolítið kendi mér þetta. Hún leikstýri mér í Fávitana þegar ég var að byrja í Þjóðleikhúsinu. Þá spurði hún mann bara beint. Ég man að ég fór í eitthvað svaka tilfinningakafla og maður náði að opna og gráta og hún var rosalega ánægð. Og hún spurði mig, finnst þér að borga sig að gera þetta einu sinni enn fyrir þig til að festa það? Eða viltu bara geyma tilfinninguna og við prófum þetta aftur næst og við höldum bara áfram í næstu senu. Og ég vildi þá einmitt ekki að halda áfram, af því að þá er maður svo hræddur að eyðileggja eitthvað, maður byrjar að nauðga tilfinninguna og þá hugsa maður ekki nægi þessu kannski ekki aftur. Akkurat. Mér fannst það geggjað einmitt með Hörpu. Það er náttúrulega brjálæðislega vel uppbyggt verk, en manstu, hún geymdi alltaf loka uppgjörið. Við æfðum það ótrúlega lítið. Við æfðum allt leikritið, fyrstu 2 þættina í margar vikur. Við þreifuðum aðeins á því. Við fórum ekki tilfinningarlega inn í það þarna undir lokin, þegar við bara kunnum það og við vorum búin að fara í gegnum heilt reynslu og þá kemur þetta sjálfu sér. Og þetta er náttúrulega líka svo gott leikskáld sem er búið að byggja þetta upp. Það er ekki, held ég, alltaf gott að hjakka í hlutunum, sérstaklega ekki. Nei, ekki alltaf í, ég þekki einn annan leikstjóra sem gerði þetta líka og það var Rímas Túminas sem að leikstýri þetta mikið í Þjóðleikhúsinu þegar ég var að byrja. Man ekki hvaða leikrit þetta var, en það var náttúrulega eitthvað af þessum Tjekhov leikritum
og hann við æfðum ekki lokaatriðið. Nei. Fyrir en held í daginn fyrir frumsýningu. Já, einmitt. En þá bara, það var búið að byggja þetta upp svo mikið, allt heitt. Já. Þannig að við vorum orðið svo þyrst í að gera lokin á þessu. Að það bara eiginlega kom að sjálfum sér og ég spurði hann eitthvað, á hver æfir það ekki með? Af því að það leikur sér sjálft þegar við erum búin að ná réttri uppbyggingu. Einmitt. Þetta er svolítið magna. Já. Og kannski það sérstaklega með þegar maður að leika verk sem bara tilbúið. Það auðvitað stundum erum við að búa til verk og stundum erum við að spinna og það mjög mismunandi. En ég fann þetta líka í Kæru Jelinu, þá ég með svona mestanpart unga leikara, en auðvitað Halldór gerir svo með okkur líka, að þá vorum við rosa mikið að spjalla og byggja upp traust og kynnast og stundum vorum við eiginlega bara að spjalla fyrir hádegi og svona þreifuðum á senum eftir hádegi. Og þau hafa kannski upplifað þetta sem einhverja leti eða verkvíða, en þarna fannst mér svo mikilvægt að það var rosalega aggressíft og erfitt átakamikið verk að fara ekki að hjakka í því, heldur miklu frekar mynda einhvers konar samkomulag og svona listrænt deilugulíf, svona aðeins kynnast hvort öðru og fjallum með erindi verksins í staðinn fyrir að fara að hjakka í svona ógeðslega erfiðum situasjónum, sérstaklega svona niðurlaginu. Æfðu þið ekkert brjálæðislega mikið svona ákveðna kafla? Nei. En það var líka út af bara þessari reynslu af öðrum leikstjórum að mér fannst það ótrúlega góð aðferð. Já, ég hefast ekki það. Það er líka, það er oft talað það bæði þegar maður byrjar að vinna með nýjum leikurum, þess vegna af því að við tölum traust áðan sem að verður að vera svo mikið milli leikara, mótleikara og samleikara að fara að gera eitthvað erfitt. Mér finnst ofsalega erfitt í kvikmyndum að fara allt í að leika eitthvað á móti kannski ungri konu og það á að vera eitthvað sexuált í því og ég þekki ekki konuna og hún er kannski 10 árum yngri en ég. Mér finnst það alltaf voðalega óþægilegt. Og það verður einhvern veginn, ég vil helst tala heillengi það við hana og svona ná einhverju samkomulagi vegna þess að þetta traust er svo mikilvægt í allri leiklist, hvort sem er á sviði eða í kvikmyndum og þetta samtal sem að verður að vera. Þess vegna líður okkur oft svona vel saman, svona gömlum reynsluboltum sem að hafa leikið saman. Maður hugsa stundum að ég er leika á móti Unni. Gott, þá er svona hálfur björnin unnin. Já, það er sömuleiðis ástin mín. Af því að það er alveg eins með leikstjóra en ekki síst kannski leikara. Ég hef nú bara verið svo heppin, ég hef leikið aðalega með bara frábærum leikurum, en einstaklega sem hefur komið fyrir að maður kannski, þekkir aðalega lítið og svona, og þá er þetta svo erfitt, alveg sem ég var að segja, ef maður er ekki með nóg gott leikrit. Ef maður er með mótleikara sem maður þekkir rosalega lítið og kannski með mjög litla reynslu, þá verður þetta svo erfitt starf. Og svo þegar maður, þú veist, fer á móti einhverjum gömlum vini svo Hilmi, þá er þetta svo auðvelt og svo gefandi og svo þetta getur verið, þetta er rosalega vulnerable. Þess vegna er reyndar oft talað það eins og leikstýra nýju fólki og við að vinna með nýju fólki. Það fer oft dálítið hluti af æfingatímabilinu sem er náttúrulega eðlilegt. Það er hópur sem hefur kannski ekki alveg blandast saman og það verður alltaf að vera, en það fer alltaf drjúgur tími af tímabilinu í að búa til þetta tungumál á milli fólksins. Bæði nýr leikstjóri sem maður hefur ekki unnið með og hann segir bara miklu meira energi þarna og maður segir bara allt í lagi og kýlir á okkur ofsa mikið energi. Nei, ég meinti ekki bara með helmingina þessu. Ég skil. Maður er að lesa hvert er hans tungumál og hvert er tungumál nýja leikarans á móti mér, hvernig nálgust við. Þetta fer oft svona 3-4 vikur fara bara í að stilla saman einhvern hóp. Já, algjörlega. Og mér finnst líka svo gaman þetta með tilhugalíf í upphafi þegar mér skemmtilegast þegar leikhópurinn er líka tekin inn í svolítið svona hugmyndavinnuna að einhverju leyti, þú veist, þegar fólk er svona með sameiginlegar innblástur síður eða eitthvað svona, af því að það er svo mikið hlutverk leikstjórans að kveikja eldinn, þú veist, að bæði að finna sameiginlegan innblástur og svona hvað okkur langar að gera og þá investerar miklu meira í verkefnu, skilur hvað við, heldur en að vera eitthvað svona strengjabrúða sem mæti bara leikstjóranum í æfingarýminu
og bara æfir senuna. Heldur miklu meira að fjallum erindið og hérna samfélagið og tenginguna við samfélagið og bara tónlistarmyndbönd og bara allt þetta. Ég hef ógeðslega gaman að þessu. Að hérna þá kemur maður ógeðslega æstur á sviðið og allir vita hvað er verið að tala um. Ég man í Vanja, Brynhildur Guðjóns var nú frábær í því að hún var að tala um í byrjun bara, já, mér langar að vinna með svona hringi, talaði bara um hérna bara svona teknilega aðferð. Þarna vorum við bara að búa okkur til tungumál saman, þannig að hún gat alltaf sagt, já, þú ert í öðrum hring, þú ert í fyrsta hring. Og allir skildu, þú veist. Já, þá er Unnur að tala um, tala um ákveðna orkuhringi persóna. Fyrsti hringur er lítil orka og svo er annar hringur meiri orka og svo alveg brjálaður í þriðja hring. Já, svona eitthvað til að við værum sammála um eitthvað stig. Já. Sem er oft, þetta var bara tungumál. Þetta var bara tungumál og allir skildu, já, nú veit ég hvað hún er að tala um. Akkurat. Erum við búin að tala í klukkutíma eða? Hvernig stöndum við? Við getum alveg talað endalaust, sko. Já, við höfum greinilega nóg að tala, en kannski eigum við bara að labba út í sólina. Það er spurning. Hvað erum við búin að vera, hálftíma? Já. 30 mínútur? Ok. Já. Er það ekki bara... Ef að hætta hér. Við vorum bara búin að tala með eina sýningu, en þú veist. Já. Við komum bara kannski aftur. Við komum aftur í seinni bylgju COVID. Þá komum við aftur. Nei, vonandi komum við ekki. Kannski töluðum við allt og mikið um COVID, við vitum ekki. En bara... Við hittumst bara aftur á sviðinu, Heimir minn. Gerum það. Hlakka til að sjá þig. Sömuleiðis. Takk fyrir okkur. Bless, takk.